Velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Nú hefum við leika og það umfeðmingur sem komin í pottinn. Eða vasan öllu heldur. Ég veit ekki hvort þið hafið týnt umfeðming en það ekkert eitthvað inn í myndina að týna eitt og eitt blóm. Það meira svona bara taka lúkuna. En við fáum góða gesti. Fyrsti gesturinn reyndar ekki hérna hjá mér fysiskt. Hann í viðtali í skjánum hérna og það hún Ólöf Sigursveinsdóttir, listrænn stjórnandi Berjadaga og seljuleikari. Velkomin. Takk kærlega fyrir. Það eru Berjadagar enn og aftur verslunarmannahelgina á Ólafsfirði. Viltu aðeins segja okkur frá hvað verður að vera og af hverju erum við að þessu? Enn og aftur. Já, enn og aftur. Þetta orðið náttúrulega svona kannski má segja ein af svona megin stoðum menningarflórunar fyrir norðan á þessum tíma. Það að segja Berjadaga tónlistarhátíð í Ólafsfirði. Já. Fjallabyggð, Tröllaskaga, stórbrotið umhverfi og fólk kemur og nýtur þess að fá innblástur í heila helgi af okkar frábæra tónlistarfólki og ég get alveg sagt að það koma þarna fram svona okkar virkustu og virkustu fremstu. Við eigum náttúrulega bara svo mikið af frábæri tónlistarfólki sem að vinna út í heimi og vinna hérna heima og þessu mitt markmið að safna þessu fólki hérna saman í gleði og tónlist með gestum í Ólafsfirði og það myndast alltaf mjög sérstök stemning sem ég held að hérna gefi bæði íbúum og þeim sem að koma utan frá að hlusta mjög mikið. Í hvaða sinn þetta núna haldið? 22. sinn. 22. sinn. Hátíðin búin að sanna sig fyrir að hafa erindi held ég. Já. Og bara stöðug aukning í aðsóknir, þetta bara komið á okkur góðan stað þar sem að getið ekki tekið við fleirum eða hvernig staðan? Já, það alveg var náttúrulega mjög mikill hausverkur að komast hingað þar sem við erum núna og erum búin að setja niður hátíðina og fólki að koma og það búið að setja fólk niður í hús og þetta náttúrulega bara leit ekki út fyrir þetta í byrjun júní. Nei, mitt. Þetta var mjög sérstakt svona 3 mánuðir þar sem við vissum í rauninni ekki neitt. Já. En svo bara hleypti svona miklum krafti. Það eiginlega ekki hægt að segja annað en að það hafi komið bara hreinlega mikill kraftur allt í einu og það liður svona 10 dagar inn í júní. Þá allt í einu vorum við bara með heila kammersveit sem var búin að hætta við að koma. Hún að koma, Elja kammersveit, þannig að það bara aldrei verið fleiri listamenn á Berjadögum. Þannig að það var kannski á einhverjum tímapunkti kannski möguleiki á nýrri slegin af vegna COVID en svo var bara ákveðið kíla á. Já, í 3 mánuði sem hallaði ég mig bara á koddann og hugsaði við erum bara frí í sumar og svona. Já. En svo náttúrulega gerist mjög sérstakt að það fer þarna af stað mikil örvun úr kerfinu, bæði fjármagni og öðru fyrir listamenn. Það fara að halda tónleika, það eru auglýstir styrkir bara, í hægri vinstri. Já, og Berjadagar hafa getað sótt í þá potta kannski, í þá styrki? Nei, við vorum löngu búin að skipuleggja okkar, en bara í vor, það kemur bara mikið fjármagn inn og þá hugsaði ég hvað á ég að fara að láta listamenn sitja heima. Nei, það gengur ekki. Í þessu stemningu þegar í rauninni það svona mikil kraftur, þannig að ég ákvað bara að halda mínu striki og við ákvaðum það. Ólafsfjörður verður 75 ára, það verður kaupstaðarafmæli, það verður hátíð. Já, hvurslags. Svona svolítið öðru sniði því að bærinn kemur inn í þetta með grill og kaffi á laugardeginum og það verður mikil dýnamík, þannig myndi segja að verður svona laugadagur, verður svona hápunkturinn. Já. Og fólk getur síðan hallað sér aftur á óperukvöldi kvöldið í Tjarnarborg bara eftir viðburðaríkan dag með myndlist og bara ýmsu sem verður á boðstólum. Pálshús, ekki eitthvað opnað þar líka? Og Pálshús, náttúrulega miklar framkvæmdir búin að vera í Pálshúsi því að þar var opnað náttúrulega mjög áhugavert fuglasafn fyrir 3 árum að ég held. Já. Og það verður opnuð þarna myndlistasýning með Tinnu Gunnarsdóttur og Sigtryggi Bjarna sem meðal annars líka tengist tónlist og myndlistaverkum, vídeólistaverkum.
Það svona ágætt að fara bara inn á heimasíðu Berjadaga og sjá þetta í svona röð. Er þetta 3 dagar eða er þetta öll vikan undirlögð eða hvernig það? Þetta er 5 dagar til sunnudags. Já. Já. Og nú sko Beethoven 250 ára ártíð Beethovens. Já. Þannig að ég ákvað í svona sköpunarstöðinu að byrja ekki Berjadaga á tónleikum að þessu sinni heldur á heimspekikvöldi. Þannig að Jón Thoroddsen ætlar að koma norður og fara inn í skíðaskálan með gestum þarna á 50-dagskvöldum. Gaman. Já. Og við ætlum að kveða rímur á pallinum. Við ætlum að kveða óværuna burt, eins og maður segir, Já. Eftir heimspekikvöld. Og svo rúlar bara með tónleikum og allskyns viðburðum sem að ég hvet fólk til þess að kynna sér. Og svona aðal söngvarar á Berjadögum núna, því að Berjadagar hafa verið þekktir fyrir óperu, aríur og ljóðasöng. Það eru Hrólfur Sæmundsson sem hefur verið fastráðinn við leikhúsið í Aachen og hefur verið að syngja raunar út allan heim síðustu árin. Hann kemur til Ólafsfjarðar og flytur okkur aríur. Og Sigrún Pálmadóttir, sópran. Þannig að þau fá sko Elju Kammersveit með sér. Það verður óperuhljómsveit á Berjadögum. Og brottfluttir, koma þeir í miklu mæli í Ólafsfjörð yfir svona hátíðir? Fyllast tjaldstæði og allir sumarbústaðir og allt? Sko aðsókn á Berjadaga hefur alltaf verið fremur jöfn. Sko það er alltaf sótt á tónleika þar. Ég held að núna myndi koma að þessu sinni svolítið fleiri brottfluttir út af því að við erum búin að flytja þetta yfir á Vesturmannahelgi. Kaupstaðarafmælið er þarna með og það er verið að hvetja náttúrulega, og ég vil hvetja Ólafsfirðinga til þess að bara mæta því að við erum góð þar sem við komum saman. Það er bara svo gaman. Heyrðu, þetta er frábært. Við hvetjum bara fólk til að kíkja á Berjadagar eða berjadagar.is síðan. Berjadagar -artfest.is og auðvitað líka á Facebook. Og ef þið farið á Google á Berjadagar þá fáið þið strax upp heimasíðuna. Spennandi dagskrá í Ólafsfirði Verslunarmannahelgina. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, Ólöf, og gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega að tala um mig.